Flísum. Húsasmiðjan. Komið sæl. Við skulum byrja hér á því að skoða veðurtunglamynd sem tekin var klukkan 1 í dag og á henni Ísland fyrir miðri mynd en hér milli Íslands og Noregs víðáttumikil lægð sem hefur fengið nafnið Amy og hún var heldur tekin að grynnast þegar þessi mynd var tekin en hún olli norðan vindstreng bæði á suðaustur og austurlandi hjá okkur en miklu óveðri bæði á Bretlandseyjum og Noregi, ýmist þá vindur eða rigning. Og fyrir vestan okkur dálítil lægð að myndast. Og á stóra yfirlitskortinu þá getum við séð þessa lægð hér fyrir austan okkur, hana Amy, og litlu lægðina fyrir vestan okkur og til morguns þá færast þessa lægðir báðar í austurátt og grynnast eða hún grynnist hér fyrir austan okkur en hin kemur nær en það fylgir henni ekki mikill vindur en talsverð úrkoma og það má búast við að verði víða rigning eða skúrir mestallt land á morgun. En kaldast síðastliðna nótt fór niður í 2 stiga frost í Stafholtsey og hitinn í dag náði að komast upp í 13 stig í Öræfum og mesti vindhraði meðalvindur var hér í Papey núna miðjandaginn 34 metrar á sekúndu. Og ef við skoðum hér hitasviðið þá tiltölulega svalt loft yfir landinu í nótt og fram eftir degi á morgun en þó hlýnar hér allra vestast og miðjandag á morgun má gera ráð fyrir að hiti verði víða svona 5 til 10 stig en svo ganga skil inn á vestanvert landið og þá kólnar heldur á eftir þeim. Og ef við skoðum hérna hvernig staðan núna klukkan 8 í kvöld þá enn vindaviðvörun og hvassir vindstrengir hér á suðaustur og austurlandi til klukkan 9 í kvöld en svo lægir allverulega þar en hér vestanvert landið má reikna með að verði einhverjir skúrir fram á nóttina en svo í fyrramálið verði orðið samfelld rigning hér allt vestanvert landið þegar skilin koma inn á land og austanlands búist við að verði úrkomi lítið eða þurrt að mestu allavegna framundir hádegi. En hádegi verður staðan á þessa leið, suðlæga eða breytilega átt hjá okkur, vindhraði svona frá 3 og upp í 10 metrar á sekúndu, víða rigning eða skúrir og hitinn svona frá 3 stigum á hálendinu upp í 10-11 stig. Og svo fram til mánudags, þá gert ráð fyrir því að úrkoman eða skilin fari hér austur af landinu en áfram verður væta með köflum hérna sunnan og vestan til á landinu en léttir heldur til á norðaustur hluta landsins. Og hádegi á mánudag verður staðan á þessa leið, fremur róleg suðlæg eða suðvestlæg átt og víða skúrir bæði hér sunnan og vestan til en skýja með köflum eða bjartviðri norðaustanlands. Og hitinn áfram svona frá 5 og upp í 10 stig víðast hvar. Og á þriðjudag reikna með að verði vestlæg átt hjá okkur, skúrir hér og hvar norðan og vestanvert landið en skýja með köflum eða bjartviðri austan til og svo fram til miðvikudags herðir talsvert á vindinum og verður þá nokkuð hvöss vestlæg átt hjá okkur, vindur gæti færð upp í 15 til 20 metrar á sekúndu tíma og þá búist við að verði rigning eða skúrir og hitinn áfram svipaður. Og svo á fimmtudag verður við líklegast á milli lægða þannig að það útlit fyrir að verði úrkomi lítið, milt veður og nokkuð stillt. En ef við skoðum hér meginland Evrópu þá reiknað með að miðjan dag á morgun verði Amy hér við Oslo og það búist við að verði ennþá vindstrengur fyrir sunnanana en áfram víða rigning eða skúrir norðan til í Evrópu og eins búist við að verði nokkuð óstöðugt loft í mið-Evrópu og lægð hér yfir Króatíu þannig að það reiknað með að þar verði bæði rigning eða skúrir. En nokkuð þurrt þó í Róm. Og á Íberíuskaga gert ráð fyrir að verði nokkuð þurr og bjartur dagur á morgun og hiti allt upp undir 30 stig víðast hvar. Og á Kanaríeyjum útlit fyrir að verði nokkuð skýja með köflum eða bjartviðri og vel hlýtt. Og í Norður Ameríku gert ráð fyrir því að það verði lægð hér fyrir norðanvötnin miklu, sólríkt við vesturströndina en skúraleiðingar hér sunnan til.
En á morgun útlitur að verði úrkomusamt hjá okkur, rigning eða skúrir en yfirleitt þurrt austan til fram eftir degi. Verið þið sæl.